Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum og næst þá ætlum við að tala aðeins Landssamband íslenskra vélsleðamanna, nú sem kallað Líf og svo þetta Eilíf hérna í Eyjafirði. En það er nú gaman að segja frá því að þið fáið kannski bæði að heyra smá rok og svo kannski nokkra dropa því að það er bara að leka inn í okkur í föstudagsþættinum en það bandbrjálað veður úti. En Eilíf ætlar að minnstakosti eða að velta því fyrir sér að halda vetrarsportsýningu helgina. Verið velkomnir herramenn. Takk. Það lítur nú aðeins að fara menn þegar veðrið svona, hvort að það sé hægt að halda svona sýningu helgina. Okkur kannski finnst ekkert mikið vera að veðri sem slíku, sko. Það kannski það sem við erum að hugsa núna, sem erum að stýra þessu, það eigu að vera að draga fólk að út af hvernig veðrið og bara hringinn í kringum landið. Viljum ekki vera að koma fólki í vandræði eða svo ber undir. Og síðan búum við í dag við það að við erum komið með túrista allt árið sem kannski hafi ekki séð hálka eða snjó, sko, sem geta valdið vandræðum á vegum, sko. Þannig við erum svona endurskoða hvort þetta verði eða ekki. Já, og hvar getur fólk nú fylgst með því hvort þetta verði eða ekki? Já, við komum til með að setja þetta náttúrulega á fésbókina, undir bæði fésbókarsíðu Líf sem bara heildarsíða, bara Líf og síðan hérna á heimasíðunni hjá Líf, sko. Já, algjörlega. Líf.is. En þið voru nú að segja mér frá því að þegar félagið var stofnað þá var líka aftaka veður? Já, það var hérna stofnað í Nýjadal 4. apríl 84 af miklum vélsleðamönnum sem fóru börðust hann upp eftir og það var víst aftaka veður þegar þessi stofnfundur var haldinn. Og bara einhvers staðar upp á hálendi eða hvernig var það? Já, upp í Nýjadal, þetta bara inn á miðju hálendi. Já, skellum okkur þangað. Já, algjörlega. Í verra veðrið núna, það eiginlega hljómar ekki mjög gáfulega. Eða gáfulega, en kannski var það bara mjög gáfulegt. Það var ekki svo mikið veðurfréttum, sko. Nei, og internetið og allt þetta. Eða símar og dót, nei, ekkert svoleiðis. En hvert hlutverk félagsins í dag? Hlutverk félagsins náttúrulega, sko, þetta hagsmunasamtök vélsleðamanna, en þetta líka, félagið hugsað til þess að draga fólk til þess að ferðast hálendi Íslands, bera virðingu fyrir náttúru Íslands. Þannig þegar við erum að fara að gleðast á vorin eða erum að byrja, við séum ekki að skemma náttúruna. Þannig við erum ákveðna náttúruvernd í huga líka. Við viljum ferðast í sátt við náttúru Íslands allt hálendið, sko. Og svo væntanlega öryggismálin, því að það er nú mikið talað þau í tengslum við Jú, þau eru náttúrulega eins og Landssambandið náttúrulega að halda bæði námskeið í sambandi við GPS og þannig að þú getur ratað og ef þú lendir kannski í slæmu veðri og annað og komist heill heim. Þurftu kannski svoleiðis á Akureyri bara í dag? Já, til dæmis, já. Og eins í sambandi bara snjóflóð og hættur sem þú getur lent í. Og öryggisbúnaður. Já, öryggisbúnaður og svoleiðis. En segðu mér nú samt aðeins frá sýningunni sjálfri, hvort sem hún verður núna eða ekki, kannski verður hún bara seinna þá, en hvað er fyrirhugað á sýningunni? Fyrirhugaður á sýningu að koma í öll umboðin sem að selja vélsleða og að selja svokallaða böggibíla sem að verða vinsælir í dag og fjórhjól sem bændur og fleiri að nota líka. Fyrirtæki sem eru með öryggisbúnað eins og GPS-tæki, leiðsögutæki, snjóflóðabakpoka og þvílíkt sem svona sprengipokar sem að blása mann út, þannig að ef maður lendir í snjóflóði þá er maður meiri líkur að fljóta upp í flóðinu. Og síðan eru bara fullt af fyrirtækjum, það verða hugsanlega skíði og reiðhjól og þetta svona mjög fjölbreytt sýning. Sýningin hefur breyst úr því að vera snjósleðasýning yfir í það að vera vetrarlífssýning. Heitir Vetrarlíf í dag og búið að vera haldið frá 2000 til 2014 hér á Eyjafirði, alltaf á Akureyri. Á ýmsum stöðum var haldin í þar sem að Ferrósing í dag, tvisvar allavega þar, hún hefur verið haldin í Íþróttahöllinni í Anderinu, Baldursnesi núna í nokkur skipti og hún hefur verið haldin árlega frá árinu 2000 og síðan 2014 þá byrjuðum við að skipta þessu á milli Reykjavíkur og Akureyrar. Og hvar hún haldin þá hér? Nú hún haldin í Baldursnesi 8, þar sem að Europris var á sín tíma. Já. Og líka í Reykjavík? Nei, hún haldin annað hvert ár hér og annað hvert ár í Reykjavík og leið nýtum okkur það að halda árshátíð vélsleðamanna.
Nákvæmlega. Þannig að þetta fer nú allt svolítið í uppnám þegar veðrið eins og það en þetta svona græjusýning og hlýtur að vera gaman að hittast líka þið sem hafið þennan áhuga, geta aðeins græjunördast saman. Já, algjörlega. Það náttúrulega, þetta alveg toppurinn hjá mörgum og svo náttúrulega ásáttíðin annað kvöld og þetta náttúrulega mikil spenningur hjá mörgum að þessi helgi. Algjörlega. En hvað svona að lokum, hvað það sem svona heillandi við þetta sport? Fyrir mér það náttúran, sko. Náttúra Íslands náttúrulega bara, hún einstök á veðurnar, sko. Já, útivistinn, það bara... Félagsskapurinn líka. Og félagsskapurinn, það bara þannig. Þannig að það bara hvetja fólk til þess að kynna sér bæði hvort að sýningin verður og kynna sér kannski félagsskapinu ef fólk hefur áhuga á því að taka þátt á heimasíðu og Facebook og svo framvegis. Já, ég mæli með því fyrir alla sem eitthvað í þessu, sleðasporti eða vetrarsporti svona að ganga í líf. Því að þetta eru hagsmunasamtök upp á það við fáum að halda áfram að ferðast hálendið okkar og það virðist alltaf vera minna og minna sjálfsagt og leið að bera virðingu fyrir náttúru Íslands. Og ef að menn hafa áhuga á þessu þó þeir eigi ekki sleð og annað, þá geta þeir alveg gengið í félagi og farið að kynnast þessu og þá kannski þetta í það að fá sér sleða og það bara gaman að því. Algjörlega. Fá sem flesta inn. Nákvæmlega. Takk fyrir að koma, herramenn. Takk sömuleiðis. Og við ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum í rokin í stúdíó og leka. Þetta verður eitthvað ævintýralegt.